við setjum hér eða hérna? Mér bara alveg hjartalega sama. Ég að fara að tala myndavélina. Ok, góð kvöldið. Ég heiti Unnur Lilja og ég sjúkraþjálfari og ungbarnasviðskennari og 3 barna móðir og ég ætla að tala hreyfiþroska barna. Og það eru í rauninni 2 svona megin kenningar hreyfiþroska og það kallast kenning kvikra kerfa og kenning val á taugafrumuhópum. Þetta mjög óspennandi nöfn en ég ætla að útskýra þetta svona í eins stuttu máli og hægt er. En kenning kvikra kerfa kemur í rauninni upp mjög snemma á síðustu öld og það í rauninni það bara mörg undirkerfi sem stjórna hverri hreyfingu. Og það geta þá verið taugakerfi, stoðkerfi og vilji og þor, persónuleikinn, bara hvað það sem myndar hverja hreyfing fyrir sig. Og þessi þættir vinna svo saman sem ein heild og hjá barni þá þarf þetta alltaf að virka þannig að það nái tökum á einhverri hreyfingu. Og börn þegar þau fæðast þá eru þau með sveigjanlegt úrval hreyfinga og svo velja þau svolítið það besta sem að virkar og lykillinn að hreyfiþroska barna í rauninni sjálfsprottin könnun á mismunandi aðferðum eða hreyfimöguleikum. Hjá börnum þetta myndum maður geta skipt sér grófhreyfingar, fínhreyfingar, andlegan þroska og ýmislegt annað sem maður getur tínt til og eitt kerfi ekkert mikilvægara en annað en þau þurfa að vinna saman og þau hafa áhrif á hvort annað og þau þroskast ekkert endilega á sama tíma. Þannig maður sér oft hjá börnum að það sé stopp í grófhreyfiþroska meðan þau eru að mastera einhverja fínhreyfingu og öfugt. Og þá getur maður svona aðeins gefið þeim slaka ef það ekkert að gerast í einhverju sem maður að bíða eftir en þá kannski eitthvað allt annað að gerast sem maður fattar ekki fyrr en að það tilbúið. Og svo þegar breyting verður á getubarns, þegar það næri einhverju markmiði að þá hefur eitt eða fleiri kerfi breyst eða þroskast. Og þegar maður tekur talað um göngu að þá byrja flest börn á því að standa upp og æfa sig að færa sig á milli staða og eitthvað svona aðeins að prófa sig áfram þar og þegar það orðið lærið hegðun og þau eru orðin örugg að þá fara þau stundum að sleppa sér og ganga. Og það mjög ólíklegt að barn myndi allt í einu byrja að ganga eða veri ekki búið að standa upp. Þannig að það má tala þá að standa upp sé þá undirkerfi göngu. Þannig að það taka þetta í allar áttir. Og börnin, þau prófa alls konar aðferðir. Við þegar þau eru að læra eitthvað oft mitt svolítið klunnulega fyrst og svo svona slípast það til og fínstilla sig. Og svo þá þessi bestun í rauninni sem maður kallar. Að þau eru búin að bara útfæra þetta og þau halda sér svolítið bara ofta við þetta sem virkaði og ekkert að færa sig til þar. Og á þessu koma innri þættir sem þá þroski taugakerfis, líkamsstærð, vöðvastyrkur og við höfum ekkert bein áhrif á það. En við getum haft áhrif á ytri þættina sem þá umhverfi, undirlag og kannski ekki beint á þyngdaraflið en á hina þættina getum við haft áhrif á og svona ögra þeim þá með breytingu umhverfi, breytingu undirlagi. Og hin kenningin, hún rosa svipuð en hún rauninni sett saman úr hinni kenningunni og svo taugaþroska kenningum og þá rauninni pælinginu svo að við fæðumst með rosalega mikið breytileika af taugum þegar við fæðumst. Svo eftir því sem við prófum nýjar hreyfingar og fínstillum okkur að þá svona fækka taugunum, taugabrautina verða skýrari og þá verður þetta reynsluháða val að með reynslunni að þá veljum við svolítið bestu leiðarnar og þannig skýrast þessar taugabrautir í heilanum. Það til dæmis talið að sparkhreyfingar í móðurkviði sem halda svo áfram þegar barn fæðist, þessar víxlhreyfingar, það að toga til sín, það að sparka í rauninni út í loftið, að það sé undirbúningur fyrir gönghreyfingar. Þetta nákvæmlega sama hreyfing og hún í sami tími sem hún bogið hné og beint hné. Þannig að það manni finnst það meika mjög mikið sens þegar maður pælir í því, sko. En þessar kenningar eru mjög tengdar og eru raunin að segja nákvæmlega sama, bara aðeins með mismunandi orðum og það eru alltaf sammála það að hreyfiþroski ekki línulegt ferli. Það fer upp og niður, það kemur stopp, það hefur alls konar hluti sem hafa áhrif á hreyfiþroska. Við getum svo til stoppa hreyfiþroska ef svo ber undir, sem náttúrulega enginn gerir, eða festir vonandi. En þetta í rauninni bæði reynsla og umhverfisþættir. Þannig að við getum haft áhrif en þau stjórna langflestu sjálf. Og það einu munun að taugafrumukenningin gerir meira erfðaþáttum. En svo ég byrja á þessu aðal. Þetta bara rétt smá grunnur. Þetta ekki svona þurrt. En hreyfiþroskinn byrjar við fæðingu og þá það aukhreyfingar.
og það fyrsta stjórnunin á hreyfingu sem við náum tök á. Börn eru oft rangeyð þegar þau fæðast á fyrstu dagana og svo svona náðu pínu fókus og svo útlimirnir eru flestir í beygju, þau eru mikið svona kreft saman og eru bara litlar klessur og svo kemur höfuðstjórnin og hún er svona bara, hjá sumum kemur hún bara strax við fæðingu, hjá öðrum er hún að koma fyrstu dagana, vikurnar og hún er alveg að þroskast til 3 mánaða og svo er það spriklið sem eru þá þessar víxlhreyfingar sem eru í rauninni að skipta máli. Þó maður ímyndi sér, maður fattar kannski ekkert alltaf þegar að gerast að þetta hafi eitthvað áhrif og skipti ykkur máli. En þau fara strax að þróa höfuðstjórnina sína og það kemur strax að augnhreyfingunum því að augun fylgja öllum hreyfingum hjá okkur líka bara því sem við eldumst eða pælið í því. Að þá erum við búin að snúa höfðun og þá eru augun alltaf og þau fylgja og þau auðvelda hreyfinguna. Og þau sprikla með höndum og fótum og það eru víxlhreyfingar og það er mögulega æfing þá. En svo 3 mánaða þá eru flest börn farin að halda höfði að ykkur leyti og oft orðin bara mjög góð 3 mánaða. En þarna er í rauninni ekkert eitthvað, það er ekkert bara, verður ekki vera á tilbúðum 3 mánaða. Þannig að ef maður vill sjá bætingu, maður vill að þau séu betri með hverjum deginum og höfuðstærðin er misjöfn, þau eru misjafnlega stór, þau sem eru rosalega löng og með stórt höfuð, þau eiga eðlilega talsvert alveg erfiðara með þetta þurfa að hafa miklu meira fyrir þessu, meðan minni börnin þau eru oft fljótari að ná þessu. Og 3 mánaða eru þau farin að opna lófann, þau eru farin að taka eftir höndunum á sér. Þannig að þetta er svona fyrstu viljastýrðu hreyfingarnar að koma upp úr því að þau fara að opna lófann og nota hendurnar. Ég reyni svo ég get að tala ekki mánuði í þessum fyrirlestri, þetta er eina sem ég nefni sem mánuðum, af því að mér finnst að skapa óþarfa stress hjá foreldrum, að það er fínt að hafa þetta svona til viðmiðunar, en maður þarf ekki að fá stresskast þó barnið sitt sé ekki að fylgja ykkur ákveðnum mánaðadóti frá landlækninum. Það er ekki, þetta er svona sirka, allt saman. Og þetta er alltaf meðaltal. Það er alltaf ykkur sem eru undan eða eftir. Og með höfuðstjórninni þá kemur fyrsta kúrfan í hryggnum, sem er þá hérna, sést þetta á myndinni, það er í hálsinum. Þannig að þá er það, því við erum bara eitt séð þegar við fæðumst og fyrsta kúrfan er hnakkinn, í hnakkanum, til að halda höfðinu uppi. Og svo er, með hérna höfuðhreyfingar, þá sér maður hjá krökkum að þau svona óvart henda hendinni og hún lendir á einhverju dóti á leikteppinu og hún kemur hljóð og svo allt í einu fara að gera þetta aftur og aftur og aftur og svo allt í einu hreyfingin bara rosalega smúð og þau virkilega ætluðu að gera þetta. Þannig að þannig eru þau búin að óvart fatta ykkur hreyfingu sem þau höfðu og svo masteraðu hana. Þannig að þau gera þetta aftur og aftur og aftur. Og þá kemur aftur að þessum kenningum sem ég var að tala áðan. Og næstu skref hjá þeim, þá eru þau farin að sperra sig meira, þau verða bara sterkari og sterkari. Þannig að með höfuðstjórnin, þegar þau eru komið höfuðstjórnina, þá færist styrkurinn niður bakið, þannig að þau fá svona þessa fettu í mjóbakið. Og þau geta dottið yfir á bakið eða þau eru á maganum eða þau eru mjög sperrt og þau synda í magalegu, fara með hendurnar út allt, fara svo upp á olnbogana, fara upp á hendurnar. Á bakinu þá eru þau farin að ná í tærnar, það er mjög mikilvæg æfing fyrir kviðana og þau eru farin að sækja hluti með báðum höndum, þannig að þau liggja á bakinu, fara og sækja þetta með báðum höndum og þá eru þau strax koma æfingu fyrir snúningin og það er svona fyrsta fyrir veltuna. Þegar veltan fer á stað, að þá eru rauninni bara bolviðarnir og útlimarnir orðnir nógu sterkir og nógu mikil stjórn til þess að ná þeirri hreyfingu. Hún gerist mjög oft óvart fyrst og svo finnst flestum þetta bara að vera snillt. Sérstaklega börn sem leiðist á maganum, þau eru oft mjög fljót að fatta detti yfir á bakið og þá bara er ekki séns að hafa það aftur á maganum af því að þau bara fara alltaf beint yfir á bakið og verða mjög góð í þeirri hreyfingu. Og svo kemur hitt svolítið seinna að fara yfir á magan aftur. Og veltan er risastór þroskaáfangi og bara alveg svona fyrsta sem maður vill sjá hjá börnum í rauninni. Það er svona fyrsta stóra sem maður vill sjá. Og þegar þau geta fara að stjórna því, þá geta þau svona aðeins gefið til kynna hvað þau vilja og þannig að það ýtir undir sjálfstæði hjá þeim. Þetta er ofta eins og eitthvað viðbragð, þau svona eru alltaf komin niður á magan, þau vilja ekki vera á maganum, þau gráta hóndum að setja aftur á baki og svo fara það beint aftur yfir á magan. Þannig að þetta er þetta sama, þau eru að mastera hlutina. Og veltan styrkir út samhæfinguna hjá útlimum ból og maður sér það alveg barn sem er nýfarið að velta sig, það veltir sér öðruvísi heldur en barn sem er búin að velta sér í mánuði eða 2 og höfuðstjórnin hún þarf að vera góð þarna og veltan er mjög mikilvæg fyrir settstöðuna þannig að hún þarf að koma. Það er alveg sum börn sem sleppinni, það þarf ekki að þýða neitt en það getur alveg verið skapa svona eitthvað vandamál seinna, ekki vandamál en svona það getur truflað aðeins hreyfiþroskan seinna meir. En það er bara sumir sem sleppur sig og það er bara virðist ekki tá þeim mikið. Svo fara þau að koma sér frá ATB og það eru bara alls konar aðferðir í boði við það og það er bara mismunandi eftir börnum.
Þau byrja oft að velta sér á milli staða og svo fara þau að setja hendurnar undir sig og nota hermannaskrið. Þá svona mismunandi hvort þau noti fæturnar með, noti bara hendurnar. Og svo fara þau að þróa sig upp í fjórfótaskriði, fara upp á fjóra fætur og þá kemur þessi víxlhreyfing og hún verða að nota víxlhreyfinguna þar. Í hermannaskriðinu geta þau sleppt henni, þau geta bara nota hendurnar samhliða, en í skriðinu þá verða þau að víxla, þannig að þetta er mjög stórt fyrir gönguna og mikilvægt. En svo eru sum börn sem að fatta að það sé snilld að fara á rassinum og þá eru þau svolítið bara búin að fatta mjög fljóta aðferð og þau eru ógeðslega fljót í förum og þetta kostar mikla orku og alveg fáránlegt að sjá börn sem fara á rassinum. Þau eru svo ótrúlega fljót og þau stundum hoppa á rassinum og nota einhvern veginn annan fótinn til þess eða bara renna sér. En það sem þessum börnum vantar þá axlagrindarstyrkurinn til þess að hjálpa þeim svo að byrja að ganga. Þannig að þessi börn eru oft seinni til að ganga, það er ekkert algilt en það er svona algengt að þau séu seinni til. En skriðin veitir þeim hennan axlagrindar og bólstyrk og samhæfingu víxlhreyfingar sem ég nefndi. Þannig að hún er mikilvæg og þetta er líka klifurhreyfingin þeirra. Þannig að þetta er mikilvægt fyrir þau. En eins og ég segi, það eru fullt af börnum sem sleppa þessu líka og það er bara allt í góðu með það. En maður vill helst að þau sýni einhverja tilhneigingu til þess að skríða og allra mest vill maður sjá tilhneigingar til að þau vilji færa sig frá A til B. Það er eiginlega svona aðal. Og setstaðan svo næst. Hún gerist oft samhliða skriðinu, þetta er oft að gerast á svipuðum tíma og þau eru oft, það er rosa mismunandi hvort þau fari upp í setstöðuna sjálf og geti ekki setið. Svo þetta er dóttir mín, hún fór að setjast mjög snemma og hafði enga burði til þess að setja. En svo er það oft sem það kemur seinna. Þau eru farin að setja rosa fínt en þau koma sér ekki sjálf í stöðuna eða koma sér ekki sjálf úr stöðunni. Þannig að þetta er alls ekki línulegt ferli eins og ég segi. Og þetta þarf ekkert endilega að gerast allt í réttri röð. En setstaðan er mjög mikilvæg fyrir sjálfstæðið og oft eru börn sem eru sett, eða vilja sitja, ung, þau eru sett í sitjandi, þau eru náttúrulega mjög fljótari að ná þessu jafnvægi í setstöðunni. Sumum finnst það slæmt, sumum fræðifólki finnst það slæmt að þau séu sett í sitjandi. Ég ætla ekki að dæma það. Sum börn eru bara þannig að þau vilja bara vera sitjandi og þá bara er maður eðlilega bara að gera allt sem maður vill fyrir barn sitt, eða sem barn sitt vill. Þannig að en það er alveg mjög mismunandi hvenær þau ná svona fallviðbrögðunum til þess að geta haldið setstöðunni. Já, og svo upp á setstöðunni, það var næsta. Þá fara þau að toga sig upp. Þau fara ofta að toga sig upp úr liggjandi líka og það þá ef þau fá gott grip sem oft í rimlarúminu, þá ofta á maganum og toga sig upp þannig. En svona þegar þetta verður svona viljastýrt þannig að þá eru þau yfirleitt að fara upp á sitjandi eða upp á skriðstöðunni og þeim finnst þetta oftast bara frábært, mjög ánægð með sig að hafa staðið upp og eru svo svolítið föst þar sum hver. Þannig að þau komast ekkert lengra, þau eru bara föst, fóru ekki niður, komast ekki úr stað, þau eru bara föst þannig og ríghalda sér í. Þannig að þarna þurfa þau svolítið að læra bara að setjast niður og læra þessa stjórnun að setjast sem er miklu erfiðara en að standa upp. Og þau eru, ef að karakterinn hjá þeim er þannig, þá eru þau oftast bara óhrædd við að detta og þau bara hlamma sér inn á rassinn og ekkert mál. Og foreldrarnir þurfa ofta að passa sig hérna að vera ekki að missa það þó að þau sé að detta og setjast á rassinn eða hlamma sér á rassinn. Af því þetta er bara partur af þessu, þau þurfa bara að læra þetta og þetta kemur alltaf á endanum. Og þau þurfa mikið jafnvægi þegar þau fara að sleppa sér. Þau eru farin að standa upp og fara að sleppa annar hendinni til að sækja eitthvað, þá eru þau strax farin að æfa jafnvægi. Það er þessi undirstaða fyrir göngu. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt tímabil þegar þau byrja á þessu. Og þetta er svo mikið svona milestone fyrir þau. Þið með endilega spyrja ef það er eitthvað. Svo þegar þau eru búin að ná þessu og þau eru búin að fá hérna þetta öryggi í standstöðunni og öryggi í það að hreyfa sig þó að haldi sér með annar hendin, þau eru öryggi í að hreyfa sig tilbaka og svona snúa upp á bólinn, að þá fara þau að sleppa sér. Og þá þurfa þau að hafa í rauninni bara mjög marga hluti. Þau þurfa að vera nógu sterk. Þau þurfa að hafa samhæfinguna til þess að geta gengið, þau þurfa að jafnvægið og þau þurfa í rauninni fyrst og fremst að vera áræðin. Og það er rosalega bara munur á karakterum. Og þau sem eru bara svona orkuboltar, þau eru oft fljótari að fara að labba því þeim bara þurfa meiri örvun og þau eru bara á fullu og
þannig en svo eru bara aðrir sem eru bara rólegir í tíðina og þeir taka sér bara lengri tíma í þetta og þau eru oft bara orðin miklu klárari þá í andlegum þroska að þau eru búin að fínpússa það þannig að þau oft vita hvað þetta er hættulegt og hvað getur verið hrikalegt að þetta. Þannig að þessi sem eru klárari, bæði eldri og þeir sem eru rólegir í tíðinni að þau eru rauninni bara að passa sig og það þarf að hvetja þau börn sérstaklega til þess að ganga. En fyrstu mánuðina gangan að slípast til. Það langt bil á milli fótanna, þungin innanvert á fótunum. Þau taka lítil skref og bólhreyfingarnar eru nánast engar. Þau bara vagga sér á milli. Og svo bara þetta að slípast til. Þau bara ná einhvern veginn að stækka skrefin og fullkomna gönguna og öryggi eykst og svo bara allt í einu fara að hlaupa. Þannig að það bara, þetta gerist mjög hratt þegar þau fara að ganga. Af því að þá einhvern veginn fatta þau fá svo mikið sjálfstæði, þau fá svo bara mikið út úr þessu sjálf. Næsta sem ég ætla að tala hér hopp. Þetta ekki alveg í röð, ég tala hlaup aftur og eftir. En flest börn eru farin að hoppa jafnfætis, 50% barna eru farin að hoppa jafnfætis 2 ára. Og þá fullt af börnum sem fara að hoppa fyrr og fullt af börnum 50% fyrr og 50% eftir. Þannig að það ekkert, þetta bara tala sem ég fann. Þá eru að tala jafnfætis hopp og ekkert með neinu í rauninni, þau bara hoppa frá gólfi og lenda. Það ekkert einhver vegalenda en eitt þannig. Og þetta eykst svo bara með auknu jafnvægi og flest börn, eða svona yfirleitt geta að hoppa öðrum fæti 5 ára. Og það svona oft miðað við 4-5 ára ekki farin að sýna þá svona að þeir langi til þess að þá vill maður aðeins kannski ýta við þeim. Hopp þarfnast mikillar samhæfingar, efri og neðri útlimma. Þá notar rauninni alla vöðva neðri útlimma til að hoppa. Þannig að þetta rosalega mikilvægt skref í átt að flóknari hreyfingum. Og bara að hoppa upp og lenda, þetta rosa mikil skipulagning sem þetta þarfnast. Þannig að þetta rosa stórt skref líka í þessu svona skipulagningu, þessi motor planning, að maður vill einhvern veginn, þú veist hvernig hreyfingin ætlar að enda. Þú ferð upp í loftið og svo þarft að enda. Og hopp skiptir máli fyrir beinþéttni, eða við viljum fá höggin upp í beinin. Og svo lendingin ofta að þróast lengi. Þau eru ofta að detta fyrst og fyrstu árin og lendingin ofta ekki að þróast fyrir en bara löngu seinna. Og þarna hefur áhrif á vaxtarkippir og alls konar sem hafa áhrif á lendinguna ef maður fann að tala 7, 8, 9, 10 ára börn og hvað þá eldri að þetta að þróast mjög lengi og náttúrulega hoppið líka. Þannig já. Svo ætla ég að tala hlaupið, því það kemur ekki alveg beinni línu þannig. En hlaup skilgreint þannig að báðir fætur séu frá jörðu á sama tíma. Og það að þróast mikið bara í rauninni eftir að þau eru búin að mastera gönguna og það bara frá 2 til 4 og það bara að gerast rosalega miklu hlutir. Þau fara að beygja betur hnén og þau fara bara að fá svona einhvern veginn beinna hlaup. Þau eru ofta að hlaupa einhvern veginn svona aðeins til hliðana fyrst og fara svona að hlaupa beinna áfram eftir því sem þau verða eldri. Og þetta hlaup svo fullkomnast svo mismunandi hraða. Það bara eftir hvort að börn séu almennt að hlaupa, hvort séu íþróttir, hvort að sé verið að vinna með hlaupið. En það ekkert oft fyrir að fara á fullorðinsárum fyrir þegar fólk finnst það svona að læra þessu effektífa hlaupi eða þessu sprettum. Þannig að það ekkert endilega eitthvað sem maður að keppast að með börn. Og ég með eitt vídeó af hlaupi. Það byrjar eitthvað tíma. Þetta tók smá stund á hann líka. Ég held ég væri búin að lúta því. Svona. Þannig að þá hérna efst uppi vinstra megin, þá það að bara þróast. Svo það aðeins þróara hér. Hérna hún svona nokkurn veginn komin með þetta. Hún fara að nota handina með, lyfti hnjánum vel og hælarnir fara nálægt rassinum. Og svo hérna síðast að þá það bara orðið nokkuð gott. Þannig að hann komið með effektíft hlaup, hann lendir á táberginu og að fá góðan kraft í hverju skrefi í rauninni. Þannig að hlaup í þróun, þá maður að horfa á þetta. Þau lenda á tábyrginu, þau eru að taka háar hnélyftur og lærir nánast samsíða jörðinni og svo þegar á leiðin tilbaka þá fara þau með hælinn nálægt rassinum. Höfuð og bólur stöðugt, þannig að þau eru ekki með miklar aukahreyfingar þar sem eru þá að taka orku frá hlaupinu. Og olnbogar í 90 gráðum og kröftugar handleggjarhreyfingar, þannig að þær eru að hjálpa til við hvert skref. Og þetta bara, mismunandi hver og einn nær þessu. Það ekkert hægt að segja til þetta. En þau sem eru að æfa hlaup eðlilega ná þessu fyrr. Og vaxtarstök hafa svo áhrif á þetta eins og með alla samhæfingu. Og þau eru að vaxa mest
fyrsta árið, fyrstu 2 árin, fyrsta árin mest og eftir það eru þau miðað við svona 67 cm á ári og þyngjast 23 kg, eitthvað svona meðaltalstölur. Þetta gerist bara mismunandi hratt. Sum taka þetta bara í einu stökki á ári, önnur er þetta svona jafnast meira út yfir árið. Bara allt í einu verða öll fljót og lítil. Þetta allir foreldrar þekki eitthvað þannig. Og heilinn þarf þá í rauninni stanslaust að endurstilla sig. Þannig að í hvert einasta skipti sem við tökum vaxtarstökk, þá þarf heilinn að fatta upp á nýtt, bara hvernig átti ég nú að nota þennan vöðva. Beinin lengjast fyrst, þannig að vöðvarnir rauninni bara teygjast með beininu og svo þarf heilinn að fatta hvernig hann á að nota þennan vöðva. Og þetta gerist allt á mismunandi hraða, þetta getur gerst á mismunandi hraða fyrir hvorn útlim, þannig að það getur munað sentimetrum á fótleggjum í einhver tíma. Þannig að þetta er oft bara frekar erfitt fyrir krakka sem hreyfa sig mikið, af því að þetta er oft bara, þetta flækir rosalega hlutina fyrir þeim. Og sveigjanleiki heilans er rosalegur. Hann nær bara fyrir krakka eins og bara, ef maður hugsa krakka sem læra tungumál, þau eru bara með rosa mikinn sveigjanleika og það fylgir alveg hreyfingunum líka. Ég er ekkert viss að fullorðnir myndu vera jafn fljótir að ná sér eftir 5 cm vaxtastökk, sko. Og þarna getum við fundið fyrir aukni þreytu og hungri og sumir þjálfarar vilja meina að það eigi að þjálfa börn öðruvísi þegar þau eru í vaxtastökki, að þá eigi þau að fá léttari þjálfun og eigi að fara svona aðeins auðveldara að þeim, en ég held að það sé kannski sjaldnast hérna á Íslandi sem sé tækifæri til þess. En þetta skiptir máli og þarna getur komið vaxtaverkir og það eru sumir sem segja að þeir sé ekki til, en ég held að þeir sem muni eftir vaxtaverkjum sjálfum sem krakki, þeir séu mjög ósammála því. Og það er ekkert hægt að sýna svo sem fram á það eða neitt þannig að þeir bara, þetta er klálega verkir sem börn finna til, sem er ekkert, hvort sem þeir séu út af vaxtaverki með ykkur öðru. Og vaxtakippirnir hafa mjög mikil áhrif á samhæfinguna, eins og ég var að nefna. Og þetta eru svona, þessar samhæfingar sem þessi samhæfing í hreyfingum. Þetta fyrsta er samhæfing hand- og fótleggja og augnhreyfingar. Öll boltafærni, þetta er allt augnhreyfingar og raun og augun fylgja öllum hreyfingum. Og fínhreyfingar, það eru augun sem eru svona fyrsta skrefi þar. Og þarna kemur að hjóla. Það er allt þetta sem ég er að nefna ofan og plús í jafnvægið. Og dans og hljóðfæraleikur, þetta er allt sama samhæfing. Þannig að þetta er ekkert bara tengt því að þú getur hlaupið hraðar eða farið ykkur í íþróttir. Þetta kemur að öllu saman í lífinu sem þú ert að gera. Og svo er sama eins og með vaxtakippina að maður kannski sér þetta mest á unglingum, að þau eru oft svona í vitlausum hlutföllum. Þannig að maður kannski tekur mest eftir þessu þar hjá þeim. En svo eru bara sumir sem eru bara ekki með góða samhæfingu. Það er þú, til hamingju. Þannig að það er bara, og þú veist ég segi, ég ætla ekki að, það er kannski bara ekkert viljið að þetta gerir því. Já, maður spyrja. Getur þú tengt eitthvað, þetta með stilaða samhæfingu, við eitthvað þessum þroskaferli sem við byrjum, skriðið eða þú veist? Það er að spyrja sérst hvort að geta sett að tengja lélega samhæfingu við eitthvað fyrrum þroskaferlum. Nei, ekki þannig séð. Það getur vel verið að sé hægt að sýna fram á það í einhverjum rannsóknum. Ég þekki það ekki og ef það væri, þá væri það pottet búið að hamra mér á því við fólk. Þannig að ég allavega hef ekki séð það neins staðar. En það er í rauninni svo mikið af rannsóknum á börnum sem eru bara ekki siðferðislega réttar. Þannig að það er ekkert búið að gera kannski ekkert rosalega góð, eða sem maður myndi kalla góða rannsóknir á hreyfiþroska. Þannig séð sko. Það er yfirleitt bara svona fylgst með því. Það er ekki hægt að taka af þeim. Ég tala aðeins þetta á eftir líka. En svo í rauninni ætla ég bara, þetta átti meira hérna svona með umræður. Bara hvað getum við gert sem foreldrar og forráðamenn og bara við sem vinnum með börnum, hvað getum við gert til þess að stuðla auknum hreyfiþroska? Og það er rosalega margt sem við getum gert. Bara það að gefa þeim pláss. Leyfa þeim að liggja þegar þau eru unga börn og þau eru lítil, bara gefa þeim pláss til þess að hreyfa sig. Og vera ekkert að tróða þeim of mikið í þessa hluti sem ég nefni hérna, bílstólar, jumpurólurnar og göngugrindur, bumbóstólarna, ömmustólar. Þetta er allt gott og gilt, en það er hægt að ofnota allt saman. Og þú veist, ég meina ég hef notað þetta allt saman fyrir mín börn, segi það ekki. En þú veist, þetta er allt í góðu í stuttan tíma, þetta er ekki geymsla. Þetta er svona redding í einhver tíma og flestum börnum finnst það ótrúlega gaman að fara í jumpur og göngugrind. Þannig að þú veist, það er allt í besta lagi í einhverja mínútur, sko. En þegar þetta er farið að vera, þú veist, maður svona veit alveg sjálfur ef þetta er á langur tími, þú veist, maður er ekkert að segja neinar fréttir þar.
En það sem sko, ég hef mestar áhyggjur af eru bílstólarnir og bílstólakerrurnar eftir að þær komi, því þá barn ofta að fara bara úr bílnum og beint í kerruna. Og þá getur barn verið svolítið lengi í bílstólum þar sem það svolítið fast í algjörri rækjustöðu og það getur verið fast þar í svolítið langa tíma því það kannski sefur og í bílstólnum og sefur og vært og líður vel. Þannig að það svona kannski hjá okkur í dag kannski svona aðal áhættan því þetta með göngugrindurnar og hoppurólurnar það búið verið umræður lengi. Göngugrindur með spannaðar í Kanada. Þú veist, sem þá bara má ekki nota göngugrindur, þú veist, þannig að þá var það bara tekið út einhvern veginn, svo breyta. En þú veist, ég held að foreldrum 100% treystandi fyrir þessu, maður þarf bara að hafa þetta í huga. Því svo það sem til að þetta bara hugtak sem heitir bara container baby sem ég fann enga íslenska þýðingu á, bara þú veist, barn sem hefur verið geymt í ykkur svona geymslum sem væri þá þetta. Og það mjög ekstrím öfgafullar aðstæður og ætla ekki að láta foreldrar frá samviskubit en þetta til og þá í rauninni bara fær barnið ekki þessa hreyfingu sem það þarf og það hreyfiþroski þroskast ekki eðlilega sem hefur svo áhrif á allan annan þroska. Þannig að þetta bara svona, ég vildi bara nefna þetta en þetta ekki algengt á Íslandi allavega. Svo annað hér sem þá magalegan eða tummy time og það ekki allir sammála og það búið miklar umræður allavega í Facebook-hópi sem ég í það og fólk hefur alveg bara fullt til síns máls eins og það sérstaklega í rægihugmyndafræðinni sem að þau vilja ekki setja börn á bakið, setja börn á magann, að þau sjálfa koma sér í þessu stöðu og magalögnin kemur frá herferð í Bandaríkjunum á 92 og hún var herferð gegn vöggudauða þannig að þá átti ekki lengur að setja börn á magann til að sofa, átti að setja á bakið og þá mátti í rauninni bara ekki láta að sofa á maganum. Þannig að það minnkaði vöggudauða 40% bara á tiltölulega stuttum tíma en í staðinn fóru aðilar eða heilbrigðisfólk fóru að taka eftir því að voru fleiri börn með flatan hnakka og flatt höfuð og þeim fannst hreyfiþroskinn vera hægari. Svo getur maður spurt, það verra? Þarf hreyfiþroski að vera eitthvað keppni? Þarf þetta að gerast alltaf á einhverjum hraða? Ég ætla ekki að svara því. En við erum ósjálfrátt alltaf í pínu keppni með börnin okkar einhvern veginn. En maður vill bara að þetta gerist á þeirra hraða og þetta gerist í svona beinu framhaldi af fyrri hreyfingu og maður vill sjá bætingu. En nýjustu rannsóknir að sýna að magalega hefur góð áhrif á gróf hreyfiþroska, hefur engin áhrif á fín hreyfiþroska. En eins og ég var að tala um þetta bara siðferðislega rangt að fara að taka eitthvað úrtak og eitthvað börn megi ekki fara á magann og hinn megi fara á magann og sjá hvað gerist. Það bara má ekki gera þannig rannsókn. Þannig að það í rauninni ekkert hægt að skera svona þessa fullkomnu rannsókn á þessu til þess að geta sýnt fram á þetta. Þannig að ég held að bara hvert og eitt foreldri verði bara svolítið að finna þarna út hvað því finnst náttúrulegast. Fyrir mörg börn örugglega bara allt í lagi, fara aldrei á magann. Þau bara fúnkera bara vel og ná þessu þegar þau vilja og allt það, bara allt í góðu. En það alltaf ykkur börn sem þurfa aðstoð, sem lin og þá þarf að fylgjast ekstra vel með þeim og þau virkilega þurfa auka örvun og auka magalög. Þannig að, hafa foreldrar þekking á því hvað börn það ég veit það ekki. Þannig að þetta svona bara, þetta eru bara umræður og þetta eru mjög heitar umræður sumstaðar. Þannig að en ég ætla ekki að dæma neitt, mér finnst bara hver og einn þurfum svolítið að gera bara það sem þeirra svona, gut feeling segir þeim. Að ekki bara fylgja því sem einhver segir út í bæ sem að þú veist ekkert hvað menntun hefur eða neitt þannig. En þú getur æft magalögina á margvíslegan hátt. Hún þarf ekki að fara fram á gólfinu og barnið sé grátandi því að því leiðist þar. Þannig að bara það að liggja á bringunni þegar foreldri liggur, barnið liggur á bringunni, það strax orðið æfing í magalegu. Liggur á framhandlegg, hennar barn þurfa að horfa fram, það orðið magalegu æfing. Upprétti staða, bara þegar þú heldur bara barnið uppréttu, þá það strax farið að þurfa að balansera hausinn. Þannig að þetta þarf alls ekki að fara fram þannig að barnið bara liggi og þú sért ekki nálagt. Og svo þetta líka gólfinu með uppbækun hafa eitthvað undir bringunni. En þetta á að vera notaleg stund, þetta á ekki að vera þvingað. Sumir vilja meina að þetta vera 10 mínútur á dag fyrir hvern mánuð sem barnið gamalt. Ég nenni ekki að telja það fyrir mín börn. En þetta sum börn sem þurfa virkilega örvun, þá kannski gott að hafa eitthvað svona viðmið. En við getum gert ótrúlega mikið til að örva hreyfiþroskann, bæði sem við sem öll sem komum nálægt börnum. Og við þurfum að búa til þetta umhverfi fyrir börn. Og við þurfum að búa til tækifæri fyrir hreyfingu. Og
við erum fyrirmyndirnar, þannig að bara það labba í leikskólan, sækja leikskóla labbandi, þú ert ekki að flýta þér heim, allt þetta litla telur og þau sjá að við förum út og það sé gaman úti. Þannig að þetta hefur allt saman áhrif. Ef að barn hefur alltaf verið keyrt í leikskólan, sem er náttúrulega þurfa þess út af vegalengd, segi það ekki, en þá er þá ekki líklegt að barninu finnst mjög skrítið að þurfa að ganga síðan einhverja stutta vel. Þetta maður getur bara spurt sig sjálfan, höfum við tækifæri á að labba einhverja daga? Ef það er já, þá endilega. Og þetta þarf ekki að vera skipulagt. Börnum finnst yfirleitt bara geggjað að komast út í náttúru og það þarf ekki að vera eitthvað í gangi fyrir þau. Þeim bara finnst yfirleitt bara náttúran mjög spennandi og frábær og útivera er frábær og hún er í rauninni auðveldasta dæmið og auðveldasta leiðin til þess að auka hreyfiþroska, bara fara út. Því þá ertu komið með skynjun á alla kanta, þú hefur ný hljóð, þú hefur nýja birtu, birtustigið breytist eftir hvar þú stendur, hvernig sólin er og þú hefur nýja skynjun út með blautt gras, þú ert með snjó, það er alls konar sem þú færð og þetta er allt saman áreiti fyrir hreyfiþroskan. Alls konar undirlag og veðrið býr til alls konar aðstæður líka, þannig að við erum svona, mér finnst oft margir Íslendingar vera svona frekar góðir við sig þegar kemur að veðri. Ég er ekki undanskilin, en þetta er rosalega mikið áreiti fyrir krakkar með þess að labba í roki. Og þá þarf þau að halda jafnvæginu á móti. Og þetta er allt saman, þetta telur allt saman. Þetta þarf ekki að vera eitthvað langur tíma oft. Og ég hugsa allavega margir sem eiga börn sem eru á leikskóla í dag fóru lítið út í dag út á roki. Við fundum alveg mun á börnunum okkar seinnipartinn. Þannig að þetta er alveg, þetta hefur, þau þurfa að komast út og það þarf stundum að ákveða það sjálfur líka og bara klæða sig sjálfur aðeins betur þó það sé kalt. Og svo, ég er búin að hala út yfir ræðuna mína, en það þarf að gefa þeim tækifæri til að spreyta sig og vera ekki að hafa þau á miklum bómull og vera bara nálægt, veita þeim öryggi að leyfa þeim að framkvæma og leyfa þeim að klifra, leyfa þeim að fara öfugt upp rennibrautina, þau mega örugglega ekki í leikskólanum en þegar við förum með á leikvelli þá getum við leyft þeim það og að vera nálægt þeim þannig að þau finna að við séum þarna en þau fá að framkvæma og við erum ekki að hjálpa þeim endilega við þessa hreyfingu, við erum bara þarna og þá fá þau auki öryggi. Þetta er vesen fyrir okkur í einhverja hálft ár, eftir það eru þau orðin miklu betri og þá þurfum við ekkert að gera fyrir þau, þau bara redda sér. Þannig að þetta er valdeflandi fyrir þau og þetta verður þægilegra fyrir okkur foreldrana líka seinna, því þau munu geta séð betur sig sjálf. Og svo síðast en ekki síst er að leyfa þeim að detta, af því að innan skynsamlegra marka. Þau þurfa að fá þetta, þau þurfa að læra þetta, þau þurfa að finna það hvernig það er að lenda, við séum ekki alltaf tilbúin að grípa þau. Og þetta er alveg niður í lítið börn, bara 1 árs yngri. Þetta er bara rosalega mikilvæg viðbrögð, þessi fallviðbrögð í jafnvægisþroska. Er eitthvað spurningar? Óli? Ég er hófitvíbura sem eru ekki einengja og óbúslega munur á þeim. Þannig að nöfnir áttu þetta og hann áttu ekki sér að hreyfa sér. Eru einengjatvíburar yfirleitt samhliða? Spurningin er hvort sem munur á einegja eða tvíegja tvíburum þegar kemur að hreyfiþroska, þá nei. Það er bara, þau eru líka geta alveg verið ólík líka, já. Af því að karakterinn kemur þannig í og það er bara, það getur verið meiri munur, ég hef ekki sér tölur þetta, en það getur verið kannski meiri munur á tvíegja af því þau eru bara ólíkari, en þannig kemur karakterinn bara svo sterkur inn, að það er bara, hann er svo stór breyta í þessu líka. Þannig að já, það er oft karakterinn líka, já. Og minnum að bara hugsa tilbaka skilur, ég meina að karakterinn þeirra var komin nokkra mánaða, eða þannig, þetta er komið leið og þessi rólegu börn, þægilegu börn, maður getur sagt það, þau þurfa mestu örfunina, því þau eru unni þægilegust, þau gleymast pína því þau eru bara að una sig vel á teppinu og maður getur bara setja og prjóna og horta þau, að við þekkjum það ekki, en þannig að þau í rauninni þurfa svona mestu svona örfunina þannig, þau þurfa að fá mesta tækifæri, mestu svona hvatninguna á þessum að sé að reka eitthvað eftir þeim. Af því að hin börnin þurfa kannski frekar meiri hvatningu í fínhreyfingar og meiri hvatningu í þetta dúlleri sem þau nenna alls ekki að gera því þau eru bara að krýra upp í trjám. Þannig að þetta er allt, þú veist, út frá bara karakter líka. Þannig að, en bara fyrst og fremst bara gefa þeim tækifæri. Og ég ætlaði svo að nefna ungbarnasundið líka og það er talið að hafa mjög jákvæð áhrif á hreyfiþroska. Það er ekkert nauðsynlegt fyrir börn þroskast vel þó þau fara ekki í sund
en þau verða sterkari, þannig að það er auðveldara að hreyfa sig í vatni. Bara þau verða, það sést alveg munur á börnum eftir sund. Eða sérst, foreldrar geta séð mun á börnum eftir sund. Það eru til einhverjar rannsóknir börn sem hafa farið í ungbarnasund og svo hreyfifærni þeirra seinna. Það fylgir þeim ekki inn í svona eldri, þetta er til 4 ára, þá var einhver munur en eftir það var ekki munur. Þannig að þau hafa forskot að einhverju leyti. Og þau náttúrulega öðlast bara, þetta er frábært fyrir tengslamyndin, ég meina þú ert ekki með síma, þú ert bara í vatninu með barninu, þú ert ekki að gera neitt annað, þannig að þetta er æðislegt og það þarf ekkert að vera skipulagt ungbarnasund, bara fara barninu sinni í sund. Því þá er engin sími, það er ekkert áreiti. Þú öðlast öryggi í vatni og bæði barn og foreldrar og þetta ungbarnasund er skipulað, það er ekkert síst fyrir foreldrarna að bara þora að hreyfa barnið sitt í vatninu, þora að fara barnið sitt í vatn, þora að setja það í kaf og það auðveldar svo mikið að fara svo sjálfur í sund eða búin að fara í ungbarnasund og vera í vönduðu umhverfi. Líka bara svona að fara einhvern veginn ofan í sundlaugina, það er oft svolítið skref þegar maður er með lítið barn. Þau hafa köfunarviðbragðið, þau hafa það frá fæðingu og til svona 6 mánaða pluss mínus. Þannig að þau geti kafað og þau geta ef þau fara að kafa fyrir 6 mánaða þá geta þau lært að viðhalda þessu viðbragði. Það er ekki þar með sagt að þau læra aldrei að kafa þó þau læra það ekki þarna, en þau læra bara annan hátt. Og ungbarnasundi, eða það sem við læri í ungbarnasundi, það þarf að viðhalda því. Það dugir ekki bara frá 1 námskeið með 3 mánuði og þau séu bara góð eftir 5 ár. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að viðhalda. Þannig að ungbarnasund er fyrir þá sem vilja fara í sund og vilja halda þessu við og fyrir fólk sem er vant að fara í sund þá er æðislegt að fara á 1 námskeið bara til að fara öruggur, svo getur bara viðhaldið þessu sjálfur. Þannig að þetta er svona fyrst og fremst bara, er þetta eitthvað sem hentar mér sjálfum og mínu barni, sko. En fyrir þá sem fara ekki í sund þá er mjög þægilegt að fara á okkur svona námskeið og þú ferð bara einu sinni í viku í sund líka. Þannig að ég mæli mjög mikið í ungbarnasundi. Þetta er ótrúlega skemmtilegt, fyrst og fremst. Og svo er ég hérna með nokkrar hugmyndir af hreyfingu. Þetta er frá Færni til framtíðar sem er æðisleg síða á Facebook og Instagram. Og þá til dæmis er þetta eitthvað sem þú getur prentað út og tekið með þér út eða haft í símanum. Þetta er bara til þess að fara út að leika. Er hægt að finna eitthvað af þessu, kannski fyrir aðeins eldri börn og þá er þetta komið eitthvað svona tilgangur til að fara út að leika. Ef það er ekki neitt annað eða það þarf að ýta krökkum út, þá er þetta ótrúlega skemmtilegt. Eitthvað svona. Hún er með alls konar inn á síðunum sínum með líka bingo, þetta er páskabingo og þá getur við farið út og leita öllu þessu. Þannig að það sé eitthvað svona tilgangur með útiverunni og oft þarf maður þess að því maður nennir sjálfur ekki út og krakkarnir eru kannski heldur ekki nenn út af því að það er ógeðslega skemmtilegt sjónvarp á sunnudögum, að þá er þetta eitthvað svona sem drífur mann kannski áfram. Og þetta er bara hugmyndir. Þetta er allt inn á Facebook síðan hans. Færni til framtíðar, ég kem með það eftir líka. Og eru einhverjar spurningar? Ekki. Þú ert búin að koma með þetta. Stefán er búin að fá að spyrja. Já, en svo er ég hérna með, þannig að þið með screenshotta sem er að horfa á þetta í tölunni, að hérna er bara hugmyndir af, þetta er allt Instagram síður, það eru margir líka með Facebook síður, en þetta er rauninni bara, geggjaðar hugmyndir, fullt af góðum pælingum og öll þessu útivera kemur svo inn í leikinn, þess að tala um það, þannig að frjálsa leikbarna, að þau fá bara að fara út og það sé ekkert plan, þú ert bara að fara út, það er ekkert plan endilega, þau bara detti í einhvern leik og finna sér eitthvað skemmtilegt að gera. Þannig að þetta er, já, þessi sem er svolítið mikið leikur líka en það kemur útiveran inn. Þessi Keen Active Kids, hún er sjúkraþjálfari í Bandaríkjunum, hún er á allt öðru level en ég og hún vinnur bara með börn og er rosalega aggressív í sínu. Hún er með ógeðslega mikið skemmtilegum æfingum og skemmtilegum svona pælingum með börnin. En ég tek alltaf svona helminginn af allt sem hún segir af því að hún vill fara rosalega langt fram yfir allt sem mér finnst. Og svo langum við að mæla með nýju viðtali við Snorra Magnússon sem er með ungbarnasund Snorra í Skálatúnslauginni. Hann er í viðtali hjá Snorra Björns núna, þetta er nýjasti þátturinn, þáttur 103. Og hann er rosa mikið að ýta við foreldrum í sambandi við hreyfiþroska. Hann er mjög svona ómyrkur í máli í sambandi við þetta. Þetta megi allavega ykkur taka þetta til sín. En hann er mjög svona, já, aggressífur á marga foreldra. En það er mikið til í sem hann er að segja. Þannig ég mæli með að hlusta á þetta. Þetta er áhugavert það sem hann er að segja. Þetta er podcast, jú, fyrir ekki, jú.
þetta átt að koma. Þetta er podcast, við hjá Snorra Björns. Það vita það allt unga fólki, veist. En annars er ég búin, ef það er ekki fleiri spurningar í sal. Takk fyrir mig.